kvartað yfir því að maður sé ekki með blásið. Það var hérna, sko. Gardínurnar komnar út og allt pakki. Þannig, sæmilegt lofn hérna, það sem hann er að tala. Þú segir mér hvenær við byrjum, það ekki? Það er byrjað. Komið þá bara öll sæl og blessuð. Ég er búin að fá merki hérna frá tæknamanni að við séum komin í loftið. Og ég vil bjóða ykkur velkomin á þennan hádegisfund Vegagerðarinnar. Ég ætla bara að lýsa því yfir að þetta er gleðidagur fyrir okkur. Og hann er gleðidagur af því að við erum að fagna áfanga í risastóru verkefni sem við erum búin að vera að vinna að síðan 2022 og það er bara svo mikill léttir að sjá afurðina fæðast. Þannig að, en afurðin, þetta verkfæri sem við höfum verið að vinna að, sem á að gera okkur kleift að með einföldum og samræmdum hætti að meta kolefnisspor, við höfum valið að láta fyrirbærið heita Loki og það stendur fyrir lífsferilsgreining og kolefnisspor framkvæmda. Þetta er fyrsta útgáfan af þessu verkfæri sem við erum með í höndunum í dag og sem sagt þessi útgáfa getur metið hönnun á hönnunarstigi, sem sagt kolefnisspor framkvæmdarinnar og tekið tillit til helst svona stærsta viðhalds á líftímanum. En þetta er eins og ég segi fyrsta útgáfa og meiningin er að halda áfram og ná þá betur utan allt viðhald á líftímanum og rekstur og þjónustu sem á svona mannvirki yfir langan líftíma. En ég ætla nú ekki að fara að halda neitt fyrirlestur þetta hér. Það eru 3 frummælendur í dag. Það er Páll Kolka frá Vegagerðinni sem hefur haft veg og vanda þessari vinnu fyrir okkar hönd. Og það er Magnús Arason frá Eflu sem hefur verið okkar samstarfsaðili. Efla hefur verið okkar samstarfsaðili í þessu verkefni og síðan Einar Óskarsson. Þessi 2 fyrstu þeir ætla svolítið að fara yfir tilurð þess að við erum með þetta í höndunum í dag. En hann Einar ætla svolítið að fara yfir það hvernig að vera notandi, hvernig að vera í raunheimum með þetta verkefni. Fundinu í dag stýrir Hólmfríður Bjarnadóttir, forstöðumaður hjá Vegagerðinni í deild sem heitir Umhverfi og sjálfbærni og ég ætla bara að gefa þér gólfið, Hólmfríður, gjörðu svo vel. Já, góðan daginn. Gaman að sjá okkur hér í dag og velkomin þeir sem fylgist með á streymi. Ég heiti Hólmfríður Bjarnadóttir og forstöðumaður nýrrar deildar Umhverfis og sjálfbærni og þetta mikilvæga verkefni fellur undir okkar starfsemi. Við erum með, eins og Bergþóra fór í gegnum, góða og þétta dagskrá og byrjum með samstarfsmanni mínum, Páli Valdimar Kolka, sem er verkefnistjóri fyrir kolefnisreiknin og mun segja frá tilurð hans hvernig það virkar og hvernig við sjáum fyrir okkur að nota hann innan Vegagerðarinnar. Og fyrirlesturinn hans heitir Loki, tilvist, tilgangur og möguleikar. Það eru 15 mínútur fyrir hvert fyrirlesara og ég mun gefa ykkur merki þegar eru 2 mínútur eftir og svo þegar 1 mínútur eftir þá stend ég upp og er svolítið ógnandi. En ég ætla ekki að orðlengja þetta frekar, heldur býð Pál Kolka, velkomin upp í pontu. Komið öll sæl. Gaman að sjá okkur hér í dag og nú er ég svona að láta mig dreyma að tölvan færi glærurnar. Ég vil síður að þið þurfa að horfa á mig túlka þær í leik og dans ef þær virka ekki. En það er svona talið möguleiki að auki en kannski ekki bundnu máli með svona stuttum fyrirvara. En þær færast ekki. Smella á þær. Þarna kom það. Ég tek undir, ég er rosa glaður að standa hérna í dag fyrir þess að þetta verkefni er búið að vera í undirbúningi lengur heldur en í þessi 2 ár. Við höfum fylgst með og verið að hugsa hvernig við ætlum að nálgast þetta og fórum svo af stað í vegferðina með Eflu og fleiri aðilum til þess að reyna að smíða tól sem aðstoðar okkur að takast á við framtíðina, við getum orðað það þannig. Fyrst bara, hvað er þetta Loki? Og það er eins og Bergþóra sagði, það stendur fyrir lífsferilsgreining á kolefnisspor innviða.
og það ekkert annað heldur en bara verkfæri til þess að áætla kolefnisspor á samgöngumannvirkja á hönnunarstigi. Og af hverju á hönnunarstigi? Jú, við vitum að þar eru stærstu tækifærin til þess að hafa áhrif á heildar kolefnisspor mannvirkisins. Það bara strax á hönnunarstigi. Og ég muni segja þetta nokkru sinnum, samræmir aðferðafræði. Það eiginlega hitt sem svo mikilvægt ef við ætlum að fara í aðgerðir sem skil einhverju og meta áhrifin á þeim, að þá þurfum við að meta allt með sama hætti. Og ég segja stundum að það skiptir kannski minna máli hvort það sé vill í reikninum eins lengi að það kerfisvilla. Þannig að þá getum við alltaf borðið saman og inn á milli. En það náttúrulega engar villur í reikninum eins og Magnús fyrir inn á eftir. Þetta þó hjálpar okkur að meta valkosti, að horfa á valkosti í framkvæmd út frá kolefnisspori en líka bera saman á milli framkvæmda. Þannig að við séum alltaf að bera saman epli og epli og ekki epli og appelsínur. Og hvað kolefnisreiknir? Jú, það áfram, þetta Ölfusárbrúin fyrsta á myndinni, ef þið voru að velta því fyrir ykkur. Það rauninni bara fínt orð yfir eldfjaðarlíkan sem áætlar þess að losun og gróðurhúsalofttegundum yfir líftíma mannvirkisins. Og við erum ekki alveg að grípa út úr lausu lofti vegna þess að það eru svipaðir reiknar í notkun á Norðurlöndunum og sumir hafa verið lengi, Svíþjóð hóf vegferðin 2016. Þannig við erum að nýta okkur þeirra reynslu líka til þess að smíða tól sem virkar fyrir okkur. Og það kannski mikilvægur hluturinn að hann heimfærður fyrir íslenskar aðstæður, þá með tilliti til aðflutningsleiða, losunarstuðla og okkar verkþáttum. Þannig að það mjög mikilvægt. Og af hverju eru að þessu? Það aftur, jú, það svo við getum með einhverjum svona nokkurn veginn gáfulegum hætti lagt mat á hvað við erum að gera. Og það lögðu upp með það að reiknirinn væri eins einfaldur í notkun og hægt væri til þess að hann væri auðvelt að nota hann og nota hann ef það verða einhver breytingar á hönnun og að hann næði yfir öll hönnunastigin hjá okkur. Þannig að alveg frá frumdrögum og þangað til komið í verkun. Og þá þetta bara óvissan meiri í frumdrægavinni alveg eins og í kostnaðaráætlun og öðru slíku, þannig að það bara meiri óvissa með tölur en við getum lagt mat á valkostina bara strax og byrjaði að hugsa þá að byrjaði að hanna. Og af hverju erum við að þessu til framtíðar, þá þetta náttúrulega grunnurinn til þess að meta, ef við ákveðum að fara í einhver aðgerðir, hvað sem það sementsminni, steypa eða aðlaga hönnuna til þess að lágmarka kolefnisspor og þá getum við lagt mat á þær aðgerðir sem förum í, þær að skila árangri og kannski sem ekki síður mikilvægt að þær að skila árangri miðað við kostnaðina bak við þær. Þannig að við veljum þá úr þá staði þar sem við höfum mest áhrif fyrir minnstan penning. Við getum orðað það þannig. Hvar ætlum við að nota þetta hér? Jú, Loki verður hluti af hönnunarferli nýframkvæmda hjá okkur og það bara að vinna núna út árið að innleiða hann inn í okkar hönnunarstarsemi og skrifa hönnunarleiðbeiningar og hvernig hönnuðir nota hann, bæði innan hús og utan. Og svo einmitt aftur meta hvar þessu helstu tækifæri eru, hvar borgar sig að koma fyrst niður til þess að draga úr kolefnisspori og fyrsta skrefið að meta þær framkvæmdir sem á samgönguáætlun, það náttúrulega verkefnalistin okkar fram í tíman og það eru stóru verkefnin sem við vinnum með og leggjum þannig inn til þess að við skilum árangri og vinnum í takt við stefnu ríkisstjórnarinnar samdrátt í losun og vistvænni mannvirki. Þetta fyrsta útgáfan sem kemur núna. Hún góð, en við vitum að þegar við förum að nota hana og þá munum koma athugasemdir og hugmyndir og við vitum hluti sem við viljum bæta inn í, eins og Bergþóra kom inn á, ná frekar yfir viðhald. Hafnaframkvæmdir eru annað sem kannski þyrfti að vera betur markeraðar inn í reikninum og svo líka hlutir eins og breyting á landnotkun
sem við stefnum að koma inn á næstu árum í takt við það að losun vegna þeirra kemur beint undir ábyrgð Íslands. Svo þurfum við notendur til að hnýta saman, við erum að áætla, þessi reiknir áætlar losun á hönnunarstigi, þar á meðal framkvæmdarþáttinn, og þá þurfum við að hnýta þetta saman, við þurfum að fylgjast með rauntölunum í framkvæmdinni sjálfri. Sem sagt, hver er losun verktakans, og það er rauninni þá vinna sem fyrir líka af stað næsta vetur, hvernig við hnýtum þetta almennilega saman til þess að ná heildstæðum árangri. Og svo við horfum aðeins lengra fram í tíman, við munum náttúrulega fá töluvert mikið af gögnum okkar hönnun og kolefnisspor á okkar mannvirkjum og hvernig við vinnum, þá getum við í kjölfarið þróað hámarksspor á framkvæmdir eins og brýr og annað til þess að hvetja þá til þess að hönnuðir og aðrir horfi til þessa þáttar þegar þeir að gera samgöngumannvirki. Og svo getum við fara að leika okkur með hluti eins og kolefnisverð, þannig að setja verðgildi á losun á CO2 og sjá hvernig það kemur inn í kostnaðaráætlun, og það er líka í takt við heildarstefnuna hjá ríkisstjórninni, en það er svona meira framtíðar langtíma music. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra og ég nota á þessa tilvitnun frá mannvinninum og lífskúnsnörum Dolly Parton. If you don't like the road you're walking, start paving another one, sem útfærist nokkurn veginn svona, ef þið líkar ekki vegurinn sem þeir á, skaltu leggja nýtt slitlag. Og ég nota þetta út af því að ég er ekki að segja að við séum óánægð með vegferðina sem við erum á, það er ekki það sem ég er að segja. Heldur er það að við þurfum stundum að taka skref til þess að breyta því hvernig við hugsum og hvernig við vinnum, og þetta er kannski ekki slitlagið á græna veginn sem við erum að leggja núna, heldur meira burðarlag. Takk fyrir mig. Takk fyrir, Páll. Það verður tækifæri fyrir spurningar. Ég held sér best að við safnum þeim saman í lokin. En það langar mig til þess að bjóða Magnús Arason, velkominn. Hann hefur haldið utan þróun verkefnisins og er með fyrirlestur sem heitir Loki, uppbygging og gerð. Gjörðu svo vel. Góðan daginn. Það er bara gaman að vera hér og bara ánægja að kynna það fyrir ykkur þá þróun sem við höfum verið í með vegagerðinni á þessum kolefnisreikni sem hefur núna fengið nafni Loki, og ég er hérna fyrir hönd samstarfsmanna minna líka Björgvins og Alessandru sem hafa verið í þessu, við höfum verið þrjú mest í þessu. Ég ætla bara aðeins að segja ykkur frá bakgrunninum að verkefninu og fjalla aðeins uppbygginguna og viðmótið sem hann hefur og fjalla aðeins hagnýtingu. Það verður einhver skorun við það sem Páll sagði, en það held að sé allt í lagi. Í upphafi þá erum við kannski að horfa dálítið á þessar umhverfis áherslur vegagerðarinnar, og við á Eflu höfum verið einn af aðalráðgjöfum vegagerðarinnar þegar það kemur umhverfismálum og sjálfbærni. Og þarna er markaruð umhverfis áherslan sem er mat á losun. Og það er sem sagt bara metnaður vegagerðarinnar að ná utan kolefnislosun framkvæmda á hennar vegum. Og ég held að þessi reiknir sé mikilvægt skref í því og vonandi nýtist það vel sem slíkur. En það eru fleiri áherslur sem að þessi vinna getur skilað árangri með. Það er til dæmis þetta með, sem Páll minntist líka á, að það er hægt að meta á bara tiltölulega snemma í hönnunarferlinu losun vegna framkvæmda sem eru fyrirhugaðar og eru þá mögulega komnar inn á samgönguáætlun og ekki síst til að bera saman þá valkosti sem mögulega eru. Hvað var það til dæmis veglínur eða brúargerðir eða eitthvað slíkt, og þá getur kolefnissporið verið einn af stikunum sem notaður eru slíkan samanburð. Og svo er það neðar aðgerð áhersla 9 sem er markmiðum
samdrátt og kröfur í útboði og sem ég held að sé mikilvægt að fara að huga að núna, taka kannski að svarstæri tökum, að það að í útboðum sé einhvers konar umhverfis áhersla og bara mat á því hver raunverulega áhrif af framkvæmdinni eru og það sé þá einhvern veginn vegið í tilboðum. Og ég held að þetta tól sem við erum hér að leggja fram nýtist við þetta allt saman. Þetta talar líka ágætlega við sem sagt aðgerðir í aðgerðaáætlun í vegvísi að vistvænni mannvirkjagerð sem var gefin út fyrir 2 árum og þarna tölusett aðgerð 511 sem losun framkvæmda vegagerðarinnar metin með uppsprettu og þessi reikning nýtist þar beint og svo kemur hann líka með svipuðum hætti og fyrir vegagerðar áherslurnar áðan. Hann skilar sér inn í fleiri aðgerðir. Þannig hægt að hann nýtist við að meta skilyrði fyrir kolefnisspor opinberra framkvæmda. Hann getur nýst á almennum markaði og með framsetningun á honum hvernig hann normaliserar eða sem sagt metur kolefnisspor á fermetri innviða, þá getur orðið til svona grunnviðmið hvað sé eðlilegt að losna mikið kolefni fyrir metra vegi, brú og svoleiðis og sem getur þá verið svona einkennandi fyrir þá framkvæmd og við höfum svolítið þá sýn að þetta komist svona ofar í umfjöllunina einstakar framkvæmdir. Og það sem sagt með hliðsjón af þessum markmiðum og vegagerðarnar og áherslum í vegvísinum sem að þessi þróun hefur verið í gangi, hún hefur verið unnin og mest af okkur og Eflu, við höfum fengið framlag frá Ístaki og Veitum, Borgarverki og fleiri verktökum og í þessari vinnu höfum við byggt sem sagt á reynslu sem er á Eflu af vistfyrirgreiningum og einnig þessum notkun á þessum norrænu töflureiknum sem að Páll minntist á. Við erum svolítið að elta Norðurlöndin, þau eru komin kannski lengra og hafa meiri reynslu af því að nálgast hönnun með þessum hætti en það hefur kannski að samanskapi gefið okkur ákveðið tækifæri til að sníða mögulega af eitthvað sem við sjáum sem vankanta á þeim verkfærum sem í notkun hér í Norðurlöndunum og svona þróa þetta aðeins með þeim hætti sem við teljum best nýtast hér á landi. Og það eru mörg losunargildi til dæmis í þessum reikni sem eru svona staðfærð fyrir íslenska markað. Uppskiptingin í verkþætti í honum er aðlöguð að verkþættaskrá vegagerðarinnar en eins og við höfum lagt áherslu á þá nýtist þetta öðrum verkkaupum líka, sveitarfélögum og veitustofnunum. Og verður bara spennandi að sjá hvernig þetta þróast því að eins og Páll minntist á þá þetta nú ekki lokaútgáfa, ég held að það sé óraunhæft að vænta þess en við erum ánægð með þetta sem fyrsta skref. Í loka þá erum við eins og Páll minntist á að reikna vistferðisfasana sem eru sem sagt A-fasarnir, það eru öflun hráefna, flutningur hráefna og vinna á verkstað og svo eru líka með endurnýjun sem er svona getur verið kannski veigamesti kolefnislosun og þátturinn þegar kemur að mannvirkinu sjálfu, það er þegar þarf að skipta hluta eins og til dæmis bara nefnilega sem dæmi malbik og vegrið sem kemur þá inn á líftíman. Og það voru í þessari þróun gerðar svona prófanir og samanburður við eldri greiningar og þessar norrænu reikna og kom almennt frekar vel út bara. Þannig að við erum alveg höfum trú á því að þetta fangi nokkuð vel það sem er verið að gera annars staðar og það verður gefnar út með þessar nótkunarleiðbeiningar og þar verða líka verið skilgreindar allar þær forsendur sem að liggja til grundvallar útreikningunum sem ég held sé mikilvægt og lögð mikil áhersla á í vistfyrirgreiningur almennt. Við vitum að þetta er kannski ekki alveg upp á síðasta aukastaf nákvæmnin í þessu en það er bara eins og með annað í rauninni og mikilvægt bara að halda því til haga við hvað er verið að miða. Þetta er töflureiknir og í honum eru sem sagt flipar fyrir innslátt magntalna fyrir hvern og einn verkþátt og það eru sem sagt fjórir mismunandi flipar, það eru vegaframkvæmdir og svo eru brýr og styrkmannvirki
jarðgöng og svo gönguleiðir, en eins og Páll minntist á þá líka mönnum í lófa lagið að nota þetta þó sé að ræða annars konar framkvæmdir en falla undir þessa 4 flokka. Til dæmis ég nefnir sem bara sem dæmi almenna jarðvinnu, bílastæði og slíkt og svo hafnargerð þar sem við erum að vinna með flutning jarðefna og steypt mannvirki til dæmis. Og við sjáum fyrir okkur að þetta geti nýst opinberum aðilum og framkvæmda aðilum á almennum markaði og að sjálfsögðu Vegagerðinni og það eins og Páll kom inn á þá mun Vegagerðin gera kröfu að hann sé notaður í hönnun á þeirra vegum bara alveg frá haustinu og verður sem sagt bara aðgengilegur og dreift á heimasíðunni og það ekki til fyrirstöðu að hann fylgi verkefnum allt frá fyrstu stigum hönnunar. Það verið að ræða bara grófar hugmyndir, svona skissufasa stig og allt til loka framkvæmda. Þetta getur líka verið lifandi skjal sem er þá uppfært eftir því sem að rauntölur koma inn og við setjum svona niðurstöðurnar fram með óvissubili sem þá tengt því hönnunarstigi sem að verkefnið á hverjum tíma og það sem að lækkar þá þegar kemur inn í framkvæmdina sjálfa. Sjáum við fyrir okkur. Það eru niðurstöðutöflur og það er margvísleg samantekt. Það til dæmis hægt að sjá svona fá innsýn aðeins í hvaða þættir það eru sem eru svona ábyrgir fyrir mestri kolefnislosun í hverju framkvæmd. Bera það aðeins saman og einnig hvaða efni það eru sem eru að losa mest í framleiðsluferlinu og svo líka tekið saman hver áætluð brennsla á dísel í framkvæmdinni og svo framvegis. Það eru þó nokkuð upplýsingum á þessum niðurstöðu síðum og það eitt sem við teljum dálítið mikilvægt og styrk á þessum kolefnisreikni samanborið önnur verkfæri sem við höfum séð að við sem sagt reiknum kolefnislosunin og setjum hana mjög skýrt fram sem losun á fermetri mismunandi innviða. Og þetta sjáum við fyrir okkur að verði stiki sem að vonandi kemst í almenn umræðu og fær svona vægi í hönnun og samanburði milli framkvæmda. Og ég get nefnt sem dæmi að við höfum markmið það að gera fyrir brýr ákveðin viðmið sem að verða þá málana í hönnunarrýni það sem því þá velt upp ef hönnun nær ekki ákveðnum markmiðum þá kannski að kalla eftir skýringum á því af hverju það og mögulega hvort það þurfi eitthvað að endurskoða og þannig sjáum við fram á og reiknum með að þetta nýtist beint í að má kannski segja bara að bæta hönnun eða sem sagt straumlínulaga hönnun, besta hönnun. Ég held að það sé eitt af því sem við sjáum sem mikilvægastu hagnýtinguna þessa verkfæris. En ég ætlaði ekki að hafa þetta neitt lengra, ég þakka fyrir. Takk hérlega fyrir Magnús og samstarfsfólk. Að lokum mun Einar Óskarsson koma og kynna reynslu sína af reikninum. Hann búinn að prufukeyra hann og búinn að kynna okkur niðurstöðurnar. Í loki í raunheimum heitir fyrirlesturinn. Takk. Já, takk fyrir það. Ég heiti Einar og verkfræðingur á hönnunardeild Vegagerðarinnar og að fást við brýr alla daga og fekk hérna beta útgáfu kolefnisreiknisins til prufu og ætlaði að segja aðeins frá því en svona aðeins inngangur þá eigum við hjá Vegagerðinni og rekum brúarsafn sem telur rúmlega 1200 brýr á landinu öllu og þær eru orðnar svona misgamlar. Þetta glæri sem ég fekk að láni hjá kollega mínum sem með umsjón með brúarsafnið. Og það staðan nú þannig að brýr hafa ekki verið að endast kannski meira en miðað við 80 ár sem þýðir það að brýr sem eru byggðar 1944 eða fyrr séu svolítið svona eiginlega afskrifaðar. Þannig að á þessum, það sjáum að það lengst til vinstri á glærunni að það eru kannski eitthvað 100 brýr sem að þarfnast útskipta á
komandi árum og þess vegna kannski ennþá mikilvægt að huga að því hvernig við stöndum að því og höfum, eins og hefur framkomið, mikil tækifæri til þess að hafa áhrif strax í hönnun þessara mannvirkja. Því að einhver sagði að grænasta byggingin eða mannvirkið er byggingin sem þú byggir ekki. Þannig að það er svo fyrsti kostur að sleppa því að byggja. Það er kannski ekki raunhæft hjá okkur. Og svo annar valkostur er að endurnýta það sem er til fyrir. Og í einhverjum tilfellum er það hægt, en við berum saman sko einhverjar gamlar brýr og hvað sem eru komnar til ára sinna, hvað eru hannaðar fyrir. Þetta er svona dæmi þungaflutning á 80 ára gamalli brú, 20 tonna ökutæki. En í dag erum við náttúrulega með allt annað álag á vegum okkar og í innviðum og þetta myndum kannski segja, við myndum flytja margar gamlar þungaflutningavélar í dag í einu bretti. Sem þýðir það þá, já, við erum kannski í þeim stað, við getum ekki sleppt því að byggja, við getum ekki heldur endurnýtt allt sem er gamalt. Þannig að það sem við þurfum að byggja nýtt þurfum við að byggja skynsamlega og huga að kolefnisspori mannvirkjanna til þess að hafa jákvæð áhrif. Ég er með eitt sýnidæmi hérna sem er staðsett á Skógarströnd á norðanverðu Snæfellsnesinu. Og það er brú á Svínafossá sem er hérna cirka 17 metra brú, byggð árið 1950. Er 74 ára, fekk svolítið mikið viðhald á landstöflum fyrir 40 árum síðan. En þið sjáu að það er farin að springa svolítið vel þarna frá. Þetta er náttúrulega einbreið brú, steypan léleg, hönnuð fyrir náttúrulega bara allt annað álag. Ég held að ráðandi álag fyrir svona mannvirki hafi jafnvel bara verið flutningur á sauðfé. Það er að segja 500 kíló á fermeter. Það var svona oft ráðandi álag. Meira heldur en þessi tæki sem við sjáum aka vegi landsins í dag. Við gerð frumdraga þá byrjum við að skoða einhverja valkosti. Fyrsti kostur er þegar við skoðum nýja veglínu þarna aðeins neðan við núverandi brú er að byggja bara jafn stutta brú, eins stutta og við komumst kannski upp með að við vatnafar, jánni og flóð og svoleiðis. En þá sjáum við að það verða svolítið háir stöplarnir og mikil fylling sem að telur líka og vegna bara landslagsins í landinu þessum ræðir og þá fer maður að skoða kannski er hægt að teygja eins úr henni, minnka magn fyllinga, minnka stöpla og svo jafnvel þriðji kosturinn er þörf á brú, getum við sett niður stálbúaræsi á steyptum undirstöðum. Þetta eru bara svona eitthvað sem er verið að reifa á strax á frumdraga stigi og svona óháð mati á kolefnisspori. Þetta er bara kannski hefðbundið. Næsta skref er þá að meta og bera saman svo kosti með tilliti til kostnaðar og þetta er bara hefðbundið og við myndum stilla upp magntölum inn í FK-kerfi Vegagerðarinnar sem heldur utan einingaverð úr útboðum og við fáum þá heildarverð. Ég er aðeins búinn að fela hérna upplýsingarnar, það er kannski ekki eitthvað svo heilagt en þið sjáum við svona dæmi er hérna verkþáttur 84.2 eru fyrir mót, 84 3 fyrir járnalögn í steypuna og svo framvegis og þarna eru bara magntölur og svo fáum við einingaverð og útfáum við heildarverð. Þetta er bara svona svolítið bara staðla og þá getum við borið saman þessa þrjá kosti bara með tilliti til verðs og þetta er kannski það sem við hefum séð hefðbundið. Og þá stígur Loki inn í myndina og við fáum þetta, ég fæ þetta bara í hendurnar sem Excel-skjal, hentar bara mjög vel fyrir verkfræðinga sem eru frekar ferkantaðir og finnst þægilegt að vinna með Excel-töflur, það er bara einhver fegurð í því. Og maður byrjar bara með leiðbeiningasíðu, ég fór inn í forsíðu, ég get slegið inn upplýsingar verkefnið og þetta leiðir mann svolítið bara áfram
ég geri núna bara, sem til að sýna ykkur dæmið, þá var ég bara að horfa á þessa einu brú, ég er ekki að hugsa um vegagerð á Skógarströndinni í þessu tilfelli, en ég býð þetta til eina línu fyrir brúna mína, hvað hún er löng, hvað hún er breið, og upplýsingar verkefnið þarna vinstra megin, áætluð umferð, og þarna framkvæmdastig frumdrög með tilheyrandi óvissustigi. Og svo þegar ég sáttur við það og held ég áfram bara innsláttarflipan fyrir brýr og þarna erum við bara komin með, eins og Magnús sagði, bara þessi kunnulegu númer fyrir okkur hönnuði. Þetta eru úr verkþáttaskrá Vegagerðarinnar og allt til staðar, og svo bara fylla út í það sem á við, og hér búin að fylla út í bergskeringar sem er gert ráð fyrir, og heldur áfram niður í sama flipa. Þá erum við komin niður í þessi 80 númer sem eru mest kunnuleg fyrir okkur sem erum að vinna með brýr. Við sjáum hérna mót, járnalögn, steypa og svo framvegis, og þarna fyllum við bara út í hvaða magn við erum að vinna með, og það sem við erum ekki verið að nota bara 0. Og bara þessi tenging við, þetta er þannig séð engin viðbótar vinna, það er búið að taka saman allar þessar magntölur fyrir kostnaðaráætlun, þannig að þetta er í rauninni bara að grípa þær magntölur og henda þeim inn í viðeigandi reiti, þannig að mót, járnalögn og spenntir kaplar. Nú, maður þurfti aðeins að átta sig á aðstæðum. Við erum cirka 140 km frá höfuðborgarsvæðinu, þar sem var áætlar að flutningurinn á sér stað, og svo það sjóflutningsleiðin, en hún er sjálfgefin þarna í þessu tilfelli, 2800 km, og ég sem engin LCA sérfræðingur ætla bara að nýta með þetta í þessum samanburði. Ef við vissum hvaðan efnið væri að koma, sérstaklega frá Kína eða frá einhverjum öðrum heimsluta, þá myndi það auðvitað hafa svolítið vægi, en þetta er svona nokkurn veginn siglt frá Evrópu. Og ég gerði ekki mikið, ég tók bara magntölurnar mínar úr kostnaðaráætlun, slóð þeim þarna inn og fæ þá þessar niðurstöður í niðurstöðufliparum fyrir brýr. Og þá sé ég bara strax hérna, ég veit ekki hvort að músin sjáist á skjá, í töflunni þarna til vinstri þá fæ ég að þarna ég komið 290 tonn af CO2 ígildi fyrir þá þennan fyrsta kost sem ég var að skoða, og eins og fermetra verðið fyrir kolni þarna komið í einhver 1,9 tonn. Og svo hérna dæmi þessar upplýsingar sem eru í niðurstöðukaflanum. Man getur skoðað eftir fösum, þetta þessi öflun, hráefna, þetta flutningur, þetta rekstur og endurnýjun og fleiri niðurstöður, og þarna vinstra megin sjá þessa töflu, þarna eru aftur komin í þetta kunnulega umhverfi með verkþáttaskrá, bara hvað er nákvæmlega mótin að losa, hvað er slagbenda járnlögnin að losa og svo framvegis, og maður getur aðeins meldt þetta og skoðað. En í þessari vinnu þá eru líka, sér maður að maður fer lengra inn í skjalið, eru losunarstuðlar, og þarna er ég búin að grípa fram þarna til dæmis fyrir járnalögn í steypu. Ég var ekkert að eiga við fyrirframgefna gildið eins og með sjóflutningin, ég notaði bara það sem var til staðar, en ef maður kafar hans í gögn sem eru til frá mismunandi framleiðendum, þá getur séð að margir eiga til svona vottanir fyrir hvað þeirra vara er að losa mikið, og ég tók sem dæmi, hérna er sænskur Birgi sem framleiðir kamstál í Litáen, og hann er búinn að gefa upp bara tölur losun fyrir þessa mismunandi fasa, A1-3, A4, A5, sem við þekkjum úr okkar reikni, og þannig séð væri hægt að yfirskrifa gildið og vinna með. Þá þarna í þessu tilfelli þá er lægra gildi 0,5 með við 0,69 í þessu staðlaða, en á þessu frumdara stigi þá
skiptir þetta ekki öllu máli, en ef við værum að fara út í verkhönnun og værum að reyna að ná niður, þá getum við mögulega sett fram kröfum að ná birgja sem að væri með vottun vöru sem að er með lægri losunarstuðla heldur en gengur og gerist. En þetta er bara, niðurstaðan er svo að við erum með ennþá 3 valkosti sem að við erum að bera hefðbundið að bera saman krónur, og nú getum við líka borið saman með einföldum hætti kíló eða tonn CO2. Og það sem er áhugavert að sjá er að brú sem er hérna 17 metrar í einu hafi samanborið við rúmlega 40 metra í 3 höfum, að það er ekki þessi rosalegi munur á þessum tveimur kostum. Og það hefur eitthvað að gera líka með að við erum að horfa á minna magn af steypu í stöplum, og við erum að horfa á miklu minni fyllingar, en þó hærra tölugildi vissulega. Og eins og Magnús talaði að hafa eitthvað viðmið, að ég tók þetta líka saman hérna, hvað er verið að losa mikið á fermeter, og þá sjáum við það að lengri brúin, sem kannski fellur best inn í landslagið, hún er líka með lægsta kolefnisspor á fermeter, en kannski ósanngjarn samanburður mögulega við stálplöturæsið, þar sem að fermeternir eiga kannski ekki alveg jafnt við. En svo er þetta þá bara upplýsingagjöf til eiganda mannvirkisins. Í þessu dæmi er það vestursvæði Vegagerðarinnar, og það er hægt að vinna þá áfram inn næsta hönnunastig, forhönnun og svo verkhönnun, og velja hvaða kost á að velja. Þetta er bara þá viðbótar tól fyrir eigendur mannvirkjanna til þess að vinna áfram, og eins og hefur framkomið, jafnvel setja sér þá markmið þann kost að vinna áfram með, og reyna mögulega að vinna einhverjum ákveðnum þáttum í hönnuninni eða öðrum kröfum til þess að ná niður þessari tölu. Svona í hnotskurn þá var þetta nú bara mjög þægilegt að vinna með kolefnisreiknin. Ég er ekki með neina sérfræði þekkingu og lífsferðisgreiningum, en tókst svona mjög hnökralaust að komast í gegnum þetta. Og ég get séð það að þetta er sérstaklega gagnlegt tól þegar við erum að bera saman valkosti, fleiri en einn. Og ég held að þetta verði mikilvægt tól fyrir okkur hönnuði og eigendur mannvirkja til framtíðar, til þess að hafa jákvæð áhrif á þessa uppbyggingu sem að, eins og ég kom inn á í byrjun fyrirlestarins, er óhjákvæmilega þurfum að sinna og gera. Þannig að takk fyrir mig. Kæra þakkir, Magnús, og takk fyrir að pröfukeyra reikna fyrir okkur. Eru spurningar í sal? Ég veit ekki hvort einhver sé að fylgjast með. Já, Sólveig. Ég bara byrjað að nota þetta, þú veist, það búið að vera prófun, en er byrjað að nota þetta svona fysiskt. Það vil ekki bara koma upp og hérna. Útgáfan er að loka útgáfan, eða fyrsta útgáfa er að koma út í dag, en hann hefur verið notaður í einstökum verkefnum, en af því að við erum ekki mikið fyrir að flana hlutunum af Vegagerðinni, og þá ætlum við að gefa okkur haustið til þess að innleiða þetta alveg vel inn í okkar ferla til þess að ná þá yfir okkar stærstu framkvæmdir af minnsta kosti. Já, gjör svo vel. Kannski bara aðeins Við ekki að kynna ykkur. Já, þetta frá Reykjavík. Kannski bara verðandi sko verðið versus losunna. Hvernig metið þið? Sko, það er náttúrulega þannig eins og við vitum vera að hanna mannverki, þá er þetta bara einn af þáttunum sem við horfum á með öðrum. Náttúrulega það er kostnaður og það er umferðaröryggi og fleiri þættir. Þannig að þetta er raun, já, við höfum náttúrulega alltaf tekið inn umhverfisáhrif framkvæmdarinnar inn í okkar valkostumat, og þetta er raun aðstofar okkur bara við að taka þá kolefnissporið með þar inn þegar þær eru metnar, valkostir eru metnir heildstætt. Páll, kannski notið tækifærið, þú ert hérna við hljónumann.
Hvernig sér það fyrir, nú eru fleiri að fara að prófa reiknin og hvernig sér fyrir að ítran í bæði innan Vegagerðarinnar og einnig ef það eru aðrir aðilar sem að nota hann eins og hefur verið minnst á og aðrar opinberar framkvæmdir og stofnanir og fyrirtæki sem vonandi hefja sömu vegferð og fá að nota reiknin? Já, það góð spurning. Náttúrulega fyrst sinn, sérstaklega þegar við erum að venjast í að nota hann og þá hvet ég hönnuði og fleiri til þess að senda okkur athugasemdir hvað betur má fara í reikninum eða það vantar eitthvað inn eða þannig. Þannig að ég það er allavega það er ástæði fyrir því að ég ekki settur í hönnun á samgöngumannvirkjum þannig að ég hef ekki sérfræðiþekkinguna þar inn en tek vel á móti þeim athugasemdum. En svo það líka bara von okkar, við ætlum að hafa reiknin aðgengilegan öllum á heimasíðunni okkar og það er bara vonað fleiri framkvæmdaraðilar opinberir sem enga geti notað hann í sínum framkvæmdum eða jafnvel tekið hugmyndina og þróa hana þá betur að sínum eigin verkþáttaskrá og þannig. Þannig leggjum við þetta líka inn sem svona hluti af okkar samfélagslegu ábyrgð að bæta mata og kolefnisspori framkvæmda í heilsinni. Takk fyrir. Mér langt að spyrja, eru fleiri spurningar? Veit ég hvort einhverju sé að vakta streymið. Ég reyndi að kíkja á hann en rétt á stað kynninguna. Mér langt að spyrja þig, Magnús, þú minntist á að Ístak, Borgarverk, Skútaberg og Veitur hefur komið að vinnunni. Já. Gætirðu sagt okkur aðeins meira um það? Hvernig þessi fyrirtæki, hvaða svona input þau voru með í hönnunarferlinu? Það var, við nálguðumst verktakana með að fá rauntölur úr verkefnum sem við notuðum þá til að skilgreina þá losunarstuðla sem eru sérstaklega fyrir jarðvinnuleiðina. Veitur komu að þessu, hann Snorri hjálpaði okkur aðeins með hitaveitulagnir og fleiri lagnir sem eru þarna í lagnarhlutanum. Og við vorum líka, við reyndum að ná í samstarfi við verktakana utan berglósunina, sprengiefnisnotkun og afköst og bormetra og slíkt fyrir borun á íslensku bergi og það kom í ljós að það er svona ekki alveg sambarilegt við til dæmis Noreg. Eins og margir þekkja þá eru bergið aðeins línara hér á landi. Þannig að það voru svona, ég held að þetta sé svona það helsta sem við svona fengum stuðning með aðeins frá utanaðkomandi aðilum í þessu. Þó að þið leita til, eins og ég segi, fyrirmyndin er norræn, þá eru þið komið með rauntölur. Já, og íslenska vinkil á svona býsna marga verk þetta þarna. Já. Eru fleiri spurningar? Þá bara vil ég þakka ekki kærlega fyrir. Já, Aðalsteinn, gjörðu svo vel. Já. Já, komið sæl, ég heiti Aðalsteinn Þorsteinsson, ráðuneytisstjóri í innviðaráðuneytinu. Ég vil nú bara flytja ykkur góðar kveðjur Svandísar Svavarsdóttur innviðaráðherra sem hafði sannarlega ætlað að vera hér í dag en ríkisstjórnarfundur dróst mjög á langinn og það er nú verið að vinna við stórmál að reyna að klára þingið einhvern veginn inn í sumarfrí og eitt stærsta málið þar er kannski samgönguáætlun ekki síst og hvernig menn sjá fyrir endan á því öllu saman en sannarlega áhugavert og gaman að sjá þetta. Greinilega verkfæri sem getur svona hjálpað okkur inn í framtíðina að ná markmiðum okkar á sviði loftslagsmála og það er auðvitað mikilvægt þannig að hjartanlega til hamingju með þetta. Já, síðasta tækifæri fyrir spurningar. Nei, þá vil bara þakka, þetta var góð, það var að ljúka með góðri heilsu, kveðju segi ég, frá ráðuneytinu og ráðherra. En reiknirinn verður aðgengilegur á heimasíðunni okkar og þetta er náttúrulega vinna í þróun og við munum bæta hann og bara meiri reynslu og óskum þess náttúrulega og vonum að þessi fleiri sem að nýta hann og við bætum í gagnasafni fyrir það. Þá segjum við þessu lokið í dag. Takk fyrir.